Já, komið þið sæl. Við höfum lagði hérna fyrir sunnan land sem að kemur nú til með að dóla sig hérna með suðausturströndinni næsta sólarhringinn og síðan í kjölfarið af henni kemur hæðarhryggur til okkar og miðvikudagurinn gæti því orðið ansi góður en síðan strax á miðvikudagskvöld kemur næsta lagði til okkar og það verður ansi hvöss sunnanátt sem henni fylgir og gæti orðið vonsku veður á landinu tíma. Nú ef við lítum á hitasviðið að þá erum við í svölum loftmassa. Hann samt ekkert svo svalur, það hitastigið svona í kringum frostmarkið og síðan kólnar ansi á miðvikudaginn með þessum hæðarhrygg en hlýnar aftur þegar að lægðin kemur til okkar og þá fara hitatölurnar svona eitthvað aðeins upp fyrir frostmarkið. En morgundagurinn á morgun, hann getur orðið nokkuð fínt hérna á Suðvesturlandinu. Það verður nú kannski svona svolítið meira skýjað svona fyrirpart dagsins en léttir síðan til þegar líður á daginn og sérstaklega annað kvöld þegar ætti að vera orðið nokkuð heiðskýrt. Og hitastigið verður svona í kringum frostmarkið. Á norðvesturlandinu verður svolítið norðaustan strekkingur og það verður þungbúið og einhver svona éljagangur, snjó eða slydduél og þau svona endast svona eitthvað fram á daginn en svona þegar líður á daginn að þá dregur úr vindi og léttir til. Og á norðausturlandi verður einnig þungbúið og það verður líka einhver svona snjóél nokkuð víða og þó að þau verður nú ekki mikilega þá munir þau samt verða allan daginn og ekki gert ráð fyrir að það dragi úr þeim fyrir annað kvöld. Og það verður svona frost svona á bilinu 0 til 5 stig. Á Suðausturlandi nú gert ráð fyrir að verði þurrt næsta sólarhringi þó að sé stutt í skilin frá þessari lægð hérna fyrir Suðausturland og úrkomubakkin svona ekkert langt frá en við skulum bara trúa á spánni og gera ráð fyrir að það verði þurrt en það verður nokkuð stífur vindur og því að það svona nokkuð þéttar þrýstilínur hérna fyrir Suðausturland þannig að það verður nokkuð allhvass suðausturáttin í nótt og eitthvað fram á morgundaginn en síðan svona þegar líður fram á seinnipartinn á morgun og þá léttir nú til og dregur vindi þar eins og annars staðar á landinu. Og aðfaranótt miðvikudagsins verður björt á landinu, það verður hægur vindur og víða létt skýjað og því kalt en svona þegar og miðvikudagurinn hann lítur einnig vel út en það verður nú strax svona fyrirhluta dags að þá verður nú byrjað að þykna upp hérna vestan til á landinu, það verður nú svona einhver háskýjað breiða en síðan þegar líður á daginn að þá fer nú suðaustanátt eða fer að bæta í suðausturáttina og strax svona á miðvikudagskvöld að þá verður sunnanáttin orðin nokkuð hvöss og stutt í úrkomuna og síðan kemur þetta úrkomubelti nokkuð hratt inn og seint á miðvikudagskvöld og aðfaranótt fimmtudagsins verður mjög hvöss sunnanátt og mikil úrkoma hérna sunnan- og vestanvert landið og síðan á fimmtudeginum að þá verður hvöss suðvestanátt sem að fylgir í kjölfarið þessara skilana og það verður svona snjó eða slydduél landið sunnan- og vestanvert en svona mestu þurrt á norðausturlandi. Og síðan áfram á föstudeginum að þá verður þessi suðvestanátt ráðandi og hún verður nokkuð stíf með snjó eða slydduél hérna sunnan- og vestanvert landið en landið norðaustanvert að þá ætti nú að verða nokkuð bjart og þurrt en það verður stífur vindur áfram á öllu landinu og rauninni gerist bara ráð fyrir að þessi suðvestanátt haldist alveg vel fram á laugardaginn. En morgundagurinn á morgun að hann gæti nú orðið þokkalegur hérna allavega sunnan- og vestanvert landið en svona norðan og austan til verður nú svona heldur þungbúnar á einhver svona éljagangur. En svona þegar líður á daginn að þá ætti nú að létta til og draga bæði úr úrkomuvindi allt land. En við skulum láta þetta duga verið í bili. Verið sæl.